Lendir skuldasúpa Evrópu á bakinu á börnunum okkar? Þegar rætt Evrópusambandið snýst umræðan ekki bara stöðuna í dag. Hún snýst líka hvert ESB að stefna. Ef Ísland gengur í ESB verðum við hluti af samstarfi sem stendur frammi fyrir risastórum áskorunum. Í ESB eru opinberar skuldir á uppleið og töluvert meiri en á Íslandi. Gætu þessar skuldir lent á börnunum okkar og benda þær til þess að við fáum eitthvað frá ESB eins og vegi og brýr. Fyrir utan lítinn hagvöxt í stærstu ríkjum stendur Evrópa frammi fyrir mun meiri og hraðari öldrun en við á Íslandi. Ísland stendur að auki betur en langflest ESB-ríki til að takast á við öldrun. Á Íslandi höfum við byggt upp öflugt lífeyriskerfi þar sem lífeyrir að stórum hluta fjármagnaður fyrirfram, svo byrðarnar lendi ekki á komandi kynslóðum. Ríki sem ekki eiga lífeyriskerfi á við okkur þurfa samt að standa undir lífeyri. Það lendir á skattgreiðendum og þegar allt tekið saman eru heildarskuldir flestra ESB-ríkja margfaldar á við Ísland. Og hvernig munu skuldirnar þróast? Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur nýlega fjallað vandann sem ríkisfjármál í Evrópu standa frammi fyrir og sambærileg greining hefur nýlega verið gerð á Íslandi. Samkvæmt sjóðnum munu opinberar skuldir Evrópuríkja að óbreyttu meira en tvöfaldast sem hlutfall af landsframleiðslu á innan við 15 árum. Á Íslandi eru horfurnar allt aðrar og miklu betri. En þetta eru ekki skuldir ESB, myndi einhver segja. Það alveg rétt, en skuldastaða aðildarríkjanna hefur áhrif á Evrópusambandið í heild. Hún eykur þrýsting á sameiginleg útgjöld, fjármögnun og framtíðarstefnu sambandsins. Það sést meðal annars í hratt hækkandi skuldum ESB og umræðu aukna sameiginlega fjármögnun innan ESB. Í frægu Draghi-skýrslunni sem varpar ljósi á vandræði ESB lykillausnin sú að ESB eyði meiri peningum sameiginlega. Þannig þetta liggur nokkuð ljóst fyrir. Vaxandi skuldabyrðir og umsvif ESB munu enda á framtíðarkynslóðum aðildarríkjanna. Og Ísland verður nettógreiðandi til ESB sama hvað og það myndi að mestu lenda á komandi kynslóðum. Segjum nei takk 29. ágúst.